Svona. Herri, velkomin í fyrsta fyrirlesturinn í Vegforritun 2, þetta herrans ár 2021. Ég heiti Óli, flest ykkar, mörg ykkar allavega, ættu að hafa tekið Vegforritun 1. Annarkvort núna bara fyrir áramót eða fyrir 2 árum. Sum ykkar komu úr Vegforritun 1 sem var kennd fyrir 2 árum síðan, árið 2019, sem ég kendi ekki. Og velkomin, þannig að þið eru þá að sjá mig í fyrsta skipti. Ég ætla að byrja á því núna að taka bara svona praktísku málin. Þannig að þessi kúrs er núna kenndur í 3. skipti og hann varð til eftir að Vegforritun 1 var sett í skildu á fyrsta misseri og ég splittaði þessu bara clean niður á framenda og bakenda. Og þetta er rökrétt framhald af Vegforritun 1 sem við sjáum í raun ef að þið komið úr Vegforritun 1 núna í haust, þá erum við bara, þetta er bara beint framhald. Þannig að þar vorum við að fara yfir í Vegforritun 1, HTML, CSS og JavaScript og framenda, en það allt efni er aðgengilegt bara á JavaScript. Við notum GitHub til að halda utan allt efni fyrir kúrsinn og Canvas til að senda tilkynningar og verkefnaskil. En hérna er allt efnið. Ég setti síðan inn á fyrirlesturinn inn á GitHub svona aukaefni sem ég tel að sé mest relevant. Ég reyndi svona að vinsa út það sem er ekki kannski mest relevant, sem er þessu CSS og svona HTML virknin, en það er svona ákveðin á ákveðnum tímapunkti munið lendi í vandræðum ef að þið svona skoðið þetta og rifið þetta ekki upp. Það muni fara að tala hluti sem að þið muni kannski eftir að hafa heyrt einhvern tímann, og þá sérstaklega þið sem að taka kúrsinn án þess að hafa tekið Vegforritun 1, þá er það mjög mikilvægt fyrir ykkur að fara í gegnum þetta svo þið séu allavega að vita hvað þetta er og að vera óhrætt við að spyrja spurninga, bæði mig, dæmitímakennara og svo aðra nemendur á Slack eða í þeim vinnuhópum eða því sem þið eruð í. Ég er líka búinn að vera að vinna í drög að kennslubók og hún varð svona levelaði upp í haust og varð svona aðeins veglegri og hún horfir á HTML og CSS partinn, þannig að ef þið eru mjög áhugasöm, þá þið renti gegnum það. En þannig að ég gerir ráð fyrir að þið kunni HTML og CSS. Þið þurfum ekki að kunna allt CSS eða vera alveg professional í því, en þið allavega kunnið að setja upp layout. Þegar ég segi flexbox þá vitið hvað ég er að tala um. Þegar ég tala um að gera eitthvað, þá þurfum við vinna eitthvað með þetta elementi að boxið í CSS eitthvað bla bla bla, þá gerir ég ráð fyrir svona þessum grunnþekkingu. Ég gerir líka ráð fyrir því að þið hafið forritað í JavaScript og þá sérlega í ECMAScript 6 Plus sem er þá 2016 Plus sem er með svona ýmsum bara svona næs hlutum eins og destructuring, svona fatt arrow föll og þess áttar, og svo að lokum gerir ég ráð fyrir því að hafi reynslu að setja upp tól og vinna eitthvað svona í grunninn með NPM og Node. Og það er í raun fyrsta verkefnið og fyrstu 2 vikurnar verða bara svona að komast í gang. Og ég gerir ráð fyrir því að mörg ykkar munu í raun þurfa smá svona upprifjun og svona, þannig að verkefnið er sett með skil eftir 2 vikur, en það er alveg vel mögulegt að lengja það aðeins, en bara að það verði ekki upp á kostnað þess að þið farið að draga eftir einhvern hala sem eru óunnin verkefni. Þannig að ég mæli eins og alltaf með því að þið byrjið á verkefnunum sem allra fyrst. Og þá sérstaklega fyrir næstu dæmitíma. Við erum reyndar ekki búin að negla alla dæmitímakennara eða fá alla dæmitímakennara sem að verða með okkur í vor, en við erum bjartsýn með það að það verði komið núna á mánudaginn þegar fyrsti tíminn er. Þannig að þetta eru tækifæri til þess að rifja upp og læra. Þá bara heyrið í mér, sendið mér tölvupóst, sendið mér Slack. Ef að þið eru eitthvað óviss eða bara viti ekki alveg fyrst þetta vera ómikið eitthvað, bara heyrið í mér og við reynum að komast yfir það. Þetta er náttúrulega, hann var frekar strembinn seinasti kúrs svona ég var alltaf vonast þess að það yrði ekki allt í fjarkennslu, en það endaði þannig og ég svona lærið hellinga því og ég ætla vonandi að bæta framkvæmdina hér, en aftur ég er svo langt frá því að vera fullkomin að það er rosalegt að
samanber Zoom-æfintrið okkar, að þið bara látið mig vita ef eitthvað er og ég reyni að vera án egos þegar ég tek við svona og reyna að bæta en já. Við ætlum að nota Git mikið og GitHub. Allt efni fyrir kúrsinu er bara á GitHub. Öll verkefni verður skilað í gegnum Git og á GitHub og þið getur nálgast allt sem ég geri í gegnum GitHub. Ég seti þetta inn á, copy paste illa hérna. Ég er að endurnýta að miklu leyti því sem ég gerði hérna fyrir 2 ára síðan. Þannig að það munum vera eitthvað svona slæðast inn. Ég sendi þessa tilkynningu gegnum Canvas og ef þið hafið skráð netfangið ykkar, þeir eru vonandi búin að læra aðeins á Canvas eins og ég er búin að gera, þá fáið þetta allt í tölvupóst, til dæmis núna eins og þegar ég sendi ykkur 2 Zoom-linki líka. Síðan erum við með webforritun.slack.com sem er Slack sem ég er búin að reka núna í einhver 6 ár eða fleiri, þar sem við erum í raun bara með rásir fyrir hvern kúrs. Mörg ykkar hafa skráð sig þar inn einhvern tímann, en þið getið komið inn á VF2 2021 rásuna, svo búið við bara til fleiri rásir ef við þurfum. If there's any English speaker in the group that maybe understands a little bit of Icelandic, I'm sorry. I will be doing this completely in Icelandic. But if you want help with translating the assignments, that's fine by me. I will not translate each and every assignment, but if there's a person here that needs, that will be attending the final exam, I will have it both in Icelandic and English. Back to Icelandic. Þannig að þetta er búið að vera hérna í nokkur ár. Fyrsta námskeiði sem ég kendi var 2013 og svo er þetta búið að vera svona vegferð. Allt nema það fyrsta námskeið sem var algjör prototípa eftir á að hyggja. Ég er mjög þakkláttur þeim nemendum. Eru aðgengileg fyrst hérna á HÍ vefsæðinu mínu og síðan á þessu webforritunar organisationi þar sem ég nota sem hatt utan allt. Þannig að þið getið séð öll verkefni, langflesta sýnilausnir, allt kennsluefni og alla fyrirlestra þessa efnis á YouTube og þetta mun líklegast verða 80% sama efni en ég reyni alltaf að bæta og fjarlægja hnökra og gera það aðeins betra í hvert skipt sem ég gera það. Þannig að krossum butta með það. Og já, fyrirlestarnir verða á þessum tíma klukkan 3 til 17:20. Þetta er alltaf ákveðin keisla. Ég tek þetta allt upp og ég seti þetta allt inn á YouTube í framhaldinu þannig að þið getið bara horft á þetta þegar ykkur hendar. Ég hef alltaf Slack opið við hliðina á þannig að þið getið spurt mér spurningar þar af því ég er ekki með í raun tjattið opið hérna fyrir. Það var eitthvað pickles á því hérna þegar ég var að reyna að gera það einhvern veginn þannig að make sense fyrir mig. Þannig að ef þið eru með einhverjar spurningar að minni að tala þá get ég bæði greipið fram fyrir mér ef það er eitthvað ég er að fara með fleipur eða þið getið spurt á Slack-rásinni og ég svara því einhvern tímann. En já, ástandið eins og þá bara gerir ég ráð fyrir að við verðum hérna á Slack í vor. Ef eitthvað breytist þá er það frábært en þá er náttúrulega bara að það sé ábyrgt og allir séu líði vel með það og sama þó að þetta færist í staðkennslu á einhverju leyti þá mun ég alltaf halda áfram að taka upp þannig að þið getið þá í raun alltaf búist við því að þið getið alltaf tekið inn áfanga eins og þið séu í fjarnámi. Þannig að þetta er sett inn á YouTube, það verður bara playlisti sem ég bæti við og set síðan inn á GitHub alla linka við hafa allt efnið þar, all dæmin og svo hérna linka á YouTube. Dæmintíminn verða Zoom eða Teams, sumir dæmintímakennar voru líka nota Discord núna í haust. Svona þess að dreifa álaginu í fyrstu, þá verðum við í raun með einhverja hópa á Canvas, ég heyri í deildina morgun með skipulag, þannig að ég læti ykkur vita með tilkynningu þegar þið getið skráð ykkur í það bara til þess að dreifa lótinu. Síðan var ég líka með skrifstofutíma sem voru í raun bara gátum við fengið svona one-on-one í einu sinni í viku með mér svona örugglega helmings seinasta misteris sem ég held ég muni bara halda áfram með. Ég var bara eftir að finna góðan tíma sem passa vel í dagatalið mitt upp á það og læt ykkur vita þegar það kemur og hvernig við keyrum það áfram.
Uh, þannig að það er alveg mörg resource sem við getum notað og ég hvet ykkur bara til þess að nota þau uh, og bara láta vita ef þið eru ósátt við eitthvað. Það er náttúrulega ekkert verið en bara í lokin að fá kennslukönnun eitthvað bara þetta var umilegt eitthvað, bla, ég held að það eru svona, þetta var öðruvísi eitthvað, bla, bla. Ég reyni að gera mitt besta en þú veist, bara láta mig vita og við finnum út úr því. Það er svona mantran. Uh, já, já, það er aðalega stoðtíma með verkefnin, af því þetta er mjög svona verkefnadrifin kúrs, að því leyti að verkefnin eru bara svona hjartað í þessu, þau eru bara applied á öllu því sem ég er að tala um og ég er að syngja dæmi um og það eru dæmi til staða til að hjálpa okkur með það og þú veist, að skoða önnur verkefni ef að hérna, tími gefst til, en yfirleitt er þetta bara að aðstoða við bara eitthvað konkrétt verkefni one-on-one. Þetta er náttúrulega svolítið erfiðara í hérna fjarkennslu og þau voru sem voru búin að fá góðan takt í þetta. En þú veist, að þegar maður er í stofunni þá það verður svona einhver samlegar áhrif. Ég er að horfa yfir öxlina á einhverju mannesku og önnur heyrir það og segir bara já, ég ger þetta svona og leysa þau það saman og aðrir, já, ok, þetta var saman með mér og þú veist. Og þannig, og þá er kannski meiri líka tími til þess að fara yfir verkefni, fara yfir sínlausnir, en ég ætla að reyna að gera það líka að setja inn sínlausnir bara eftir að verkefnin eru skilnaðum líkur, þannig að þá tala ég gegnum bara línu fyrir línu, eða svona chunka af línum sem make sense í einu bara verkefni og hvernig ég setja upp og svo aftur verandi svona stærri verkefni, þetta er ekki heimadæmi þar sem er bara eitt rétt svar og eiginlega bara ein leið að verkefninu, þá er þetta að fara mjög margar leiðir og erfitt að segja hvort einhver ein sé betri en einhver önnur. Þannig að, já, finnum taktinn. Þannig að þetta er, já, gott segvei hérna yfir í verkefni svona með það að þau geta verið tímafrek og þau eru, þú veist, ég er að byggja þetta á einhverjum raunverulegum verkefnum, þannig við erum í raun að fara í einhverjum verkefni sem er eitthvað sem að bara gæti komið upp í því, þú veist, í mínu vinnuumhverfi, þú veist, bara á næstu mánuðum. Þannig að ég er bæði að reyna að halda þessu svona eins cutting edge og ég get aðeins vera að kenna ykkur bara eitthvað svona flavor of the week. Þannig að þetta eru hlutir sem ég er búin að vera að vinna með núna í nokkur ár og ég er svona búin að sjá, ok, þetta er greinilega rosalega sterk tækni, eins og við til dæmis tókum fyrir 2 árum, tókum við Next og tókum það svona tiltölulega föstum tökum eða svona, þú veist, miðað við og núna er það svona að rísa sem bara svona React frameworki, þannig að þar gerði ég gott bet, þannig að við munum í raun halda áfram í því af því að þú veist, það er bara rosa mikið, ef þú ert að vinna í React eða þú ert að vinna í Node heiminum og ert að gera svona verkefni, þú veist, þá eru svona 80% líkur að það sé það sem fólk er að biðja um. Þannig að þú veist, þetta er mjög relevant verkefni og mjög relevant efni að ég tel fyrir í raun vefforritunarbransan bara eins og hann er í dag. Og þetta var 8 verkefni í heildina, 6 minni, þau voru sett fyrir og kynnt í fyrirlestrum og 50 og síðan skilað á föstudegi 2 vikum seinna. Já, ég gæti hafa sagt 50 degi hérna í einhverju hana, ég ætti bara að samræma allar dagsendingar og allt þetta og þið skilið þetta á Canvas. 5 bestu munu gilda 6% hvert, samtals 30%. Þannig að þið megið auðvitað tala saman og vinna saman og það er náttúrulega, þú veist, að finna einhvern hóp, góðan hóp á nemynd, eða þú veist, komast inn í einhvern hóp. Það sem þið eru að tala um þetta og vinna þetta saman er mjög sterkt og hjálpar okkur mikið, en skrifið ykkar eigin lausn eins mikið þau getið. Ef að þið eru með eitthvað part og þið unnið hann saman og þið, þú veist, bara ég fattaði þetta ekki, ég fekk þetta hjá X, bara láta það koma fram, af því að það er fyrir dæmdumkennara að sjá eitthvað og bara eitthvað, já, ok, þetta er bara nákvæmlega sama og það er ekkert, þá er það bara eitthvað, ok, það er bara eitthvað óeðlilegt í gangi hérna og báðið fá 0. Ef að það er eitthvað svoleiðis, látið þið vita. Ef að þið lendið í því bara að þið eru bara í einhverju rugli og bara gengur illa og þið fengur dæmi hjá félaga og þið bara skilið því á þess að breyta neinu, ekki gera það, af því þið eru að gera bæði ykkur og félaga ykkar mikinn óleik með því. Þannig að heyrið frekar í okkur, við getum lengt fresti fyrir ykkur, við finnum út úr því. Þannig að heyrið í mér að dæmdumkennarnum í staðinn fyrir að
gera eitthvað svona sem á gráu svæði. Síðan verða 2 hópverkefni sem gilda 15% hvort. Já, það ósammála ég skrifa eitthvað annað einhvers staðar þar, en ég á eftir að gera þetta rétt, en þetta er rétt. Og þau eru unnin í hópum, 3-4 saman. Fyrra verður núna í byrjun febrúar, þar sem við búum í raun til bara vefþjónustu lag sem verður bara með alls konar, bara vefþjónustu sem að gera með innskráningu og uppflettingum á gögnum og bæta við gögnum og gera alls konar. Og síðan munum við í mars búa til frammenda ofan á þessar vefþjónustur. Þannig að við erum í raun að búa bara til þarna eitthvað sem er bara svona frekar svona robust uppsetning á kerfi. Þannig að þú veist, þetta er hægt að translata bara yfir í bara eitthvað. Þið fáið hugmyndum að búa til svona dót. Þetta er bara nákvæmlega sama. Þið getið tekið þetta, strípið í burtu, þú veist, verkefni sem ég bý til. Við höfum verið með bókasafn, eða þú veist, eitthvað svona skráning á bók, eitthvað svona Goodreads klón. Við höfum verið með, senast vorum við síðan með alveg stóluðu mér hvað við gerum, en það var voða sniðugt. Og þið getur bara tekið það í burtu og endurnýtt í eitthvað sem þið viljið gera. Þannig að lesileiðbeiningarnar hafa skilið, svo skilum við á Canvas, það er svona frekar ég set bara deadline, svo er í raun lokað fyrir verkefnin þegar deadline plus svona grace period rennur út, það er dregið niður heilan fyrir hvern dag eftir skil, nema þið hafið haft samband fyrir, eða sé eitthvað akút og þið hafið samband eftir á. Lokaprófið, það er svona, það er þarna ennþá inni. Notuðum Inspera núna í haust. Það var áhugavert. Þannig að við sjáum hvernig þetta verður. Þetta hefur yfirleitt verið svona meira svona formsatriði þar sem við erum í raun með einhverjum svona spurningar og erum að fara bara yfir efnið og svona setjum punktin fyrir aftan allt saman. En já, nánar en það seinna. Einkunnin er sem sagt verkefnahlutin 60% og lokaprófið 40%. Og ná verður bæði verkefnahluta og lokaprófið með lágmarkseinkunn 5. Þannig að þið getið fylgst með þessu inn á Canvas, hvernig standið, nema hún er ekki reiknuð rétt einkunnina þegar hún verður felld út seinasta. Það er víst hægt að setja þetta upp í Canvas, en þetta reiknist rétt. Ég hugsanlega að skoða það betur núna. Mæting, náttúrulega á þessum tímum, engin skyldumæting. Þið gætuð sagt þetta gott núna og horft á alla fyrirlesturina viku fyrir að skila taktískt réttum magni af verkefnum og mætt síðan daginn fyrir próf, en að mæta og að sýna þessu, þetta byggir ofan á hvert annað. Þetta er bara svona að reyna að gera þetta allt í einhverju rússi verður erfitt og eins og ég náttúrulega trúi að vefurinn er skemmtilegast umhverfið, þannig að gera þetta vel og læra inn á þetta, það er raun fátt sem þið getið ekki gert, eða fátt sem er ekki raun bara að færa sig yfir á vefinn. Þannig að þú veist að vera solid grunn í vefforritun sem forritarar það er bara lykillinn, tel ég, að bara framtíðar vinnu fyrir forritara sem eru í praxis, sem eru ekki að vinna í akademísku umhverfi. Þannig að ef við förum hratt yfir námskeiðslýsinguna, þar sem við sjáum bara svona, þú veist, hvað við erum að fara að fást við, þá er þetta bara þessi beina framhald af vefforritun 1, þar sem farið í umhverfi bakendaforritunar í Node.js. Þannig að við erum í raun að fara að búa til vefþjóna. Við erum notað til þessi svona í grunninn, bara eitthvað svona einföld tól. Þetta er svona, Node er ekkert svakalega gamalt. Það var kynnt árið 2009 til leiks. Þannig að það er bara rétt 12 ára gamalt, sem er rosalega ungt. Jafnvel í samanburði við vefinn sem er nýárið 30, en er búin að bara blása út og er bara út allt núna. Þannig að við munum nota þar Node og Express sem er svona svona super lítið en mjög funksional framework til að búa til þessi bakendaservera. Svo munum við búa til vefþjónustur í því, við munum skoða önnur svona tól til að hjálpa okkur við þetta. Tengingar við gagnagrunna, við munum nota Postgres, setja upp gagnagrunna, tengjast þeim, lesa úr þeim, skrifa honið á, hugsa hvað er í raun að hverju þarf að huga, sérstaklega svona öryggislega séð. Þannig að þetta verður mjög svona praktísk gagnagrunnsvinna sem við verðum í.
þið þurfið ekki að hafa tekið gagnasafnsfræði, hún meira svona teórían og svona, þú veist, hvernig komum við þessu á enda normal form eða hvað sem það Hérna verðum við meira svona bara mjög praktísk í því sem við erum að gera, en svona ekki svona hæfilega. Hérna, þú veist, verðum ekki að hengja ykkur í það að búa bara til kórrétt skemu, heldur meira bara, þú veist, hvernig notum við gagnagrunna til að leysa ákveðin verkefni. Síðan munum við fara yfir frammenda forritasöfn og framework, þetta var nú skrifað hérna. Ember svona aðeins, kannski dottið niður, Vue og React. Þetta bara, reynslan hefur sýnt mér að það erfitt að taka eitthvað meira, þannig ég ákvað hérna fyrir 2 árum að fara bara svona meira all in í React, en við höfum hann einhver tíma eftir páska, þar sem að erfitt að koma með eitthvað nýtt efni sem við ætlum að fara í ykkur praktík í, þannig að þá getum við hugsalega kíkt á Vue eða Svelte sem líka mjög svona up and coming. Já, og svo þessi öryggismál sem að í raun, þegar við erum að vinna með vefþjónustu, þegar við erum að vinna með auðkenningu, þegar við erum að vinna með gagnagrunna, það helling til bara af svona institutional þekkingu það hvað þarf að gera, og svo þetta náttúrulega líka alltaf að koma upp bara svona alls konar áhugaverðir hlutir sem að hérna við munum kannski renna yfir og svona. Og við munum vera að smíða vefi. Og þegar þið hafið lokið þessu námskeiði, þá þið að geta skrifa forrit sem hefur samskipti við frammenda til að búa til lifandi vef, þannig að þá erum við komið með utan þetta allt saman. Við erum með frammendan sem Web.1 og við erum með bakendan og við erum með hvað þarf að gera til að tengja þetta til þess að verða að einhverju svona einni stórri heild. Og svo ættum við að geta í raun, þegar þið farið út og að vinna að gera hvað sem þið ættum að geta þá tengst við vefþjónustur, vita svona hvaða vefþjónustur eru þarna úti, gagnagrunna og svo framvegis svona þetta mun alls ekki kenna ykkur allt, en þetta mun gefa ykkur svona hugtökin og reynslu í ákveðnum tólum sem þið ættu svona geta fært yfir á fleiri. Við ætlum svona líka að vera með hýsingu, við munum nota Heroku sem ennþá bara þægilegasta umhverfið til þess að vera mjög fljótt að geta komið einhverju upp og gert verkefnin okkar aðgengileg af netinu, og ég býð bara eftir einhver gera það betur af því það væri frábært, því að þetta ennþá það gott að ég nota þetta hérna, daglega í minni vinnu, þá Heroku bara svona go to hýsingin hjá okkur. Og gróf kennsluáætlun þessi bakendi, Node.js, Express, gagnagrunnar, auðkenning, notendum svona öryggi í 5 vikur. Svo mun að skarast aðeins við vefþjónusturnar, þar sem til þess að koma af stað hópverkefni 1. Þannig við munum byrja því kannski aðeins fyrr. Við munum skoða Redis í caching. Við munum skoða bara HTTP staðilinn. Við munum skoða REST-þjónustur. Við munum skrifa í raun verkefni verður að skrifa REST vefþjónustur, þó að það séu orðnar svona gamaldags, þá það ennþá mjög relevant og 80% af þeim þjónustum sem eru örugglega sem þið munið lendi að vinna á móti verða REST, nema þið farið svona alveg eitthvað bleeding edge, þá munið þið sjá GraphQL. Og við munum skoða GraphQL líka, setja upp GraphQL þjón, tengist honum og konsúma gögnum úr honum, og svo svona nefna SOAP sem þetta eldgamla drasl sem að hérna því miður ennþá eitthvað sem maður þarf að díla við stundum. Svo svona þessari vefþjónar og DevOps, Development og Operations, hvernig það tekur saman, svona hvernig við þegar við erum búin að koma einhverjum við loftið og hann fór niður í gærnótt, hvernig vitum við það? Þá með logging og svo prófanir. Heroku Keyron og AWS sem Amazon Web Services sem svona stærsta cloud-based hýsingar umhverfið. Það hafa verið einhverjir kursar í því hérna, þannig að það mjög áhugavert. Frammendið síðan að taka svona professional frammendi eða svona með frameworki, þar sem við náttúrulega vorum í alveg svona framework agnostic í Web.1. Við vorum bara í Vanilla.js og bara CSS og USAS. En nú munum við skoða í raun React og Next og við munum nota TypeScript sem þá í raun svona superset ofan á JavaScript sem kemur með týpur, typing, og það búið að springa út í hérna
í vinsældum núna á seinustu 2 árum. Já, þetta er svona mjög fljótfær, eða mjög svona hröð yfirferð yfir það sem við ætlum að fara að gera. Þannig að ef þið hafið einhverjar spurningar, þá er bara kjörið að spyrja núna. Annars held ég að við tökum, 8 mínútna pásu, ég ætla að fá mér vatnsglas, svo skellum við okkur í efnið sem er þá í raun bara Node.js og hvernig það er, og svo verkefni 1. Engar spurningar?